Komið sæl og verið velkomin í fréttir vikunar eða viðtal vikunar með Snorra Másinni ritstjóra þann 23. ágúst. Það er föstudagur og við erum mætt aftur hérna í þennan vikulega frétta og viðtalsþátt sem hefur einföld grunngildi, ást á ættjörðu, ást á sannleika. Þið þekkið þetta. Í dag erum við að tala við Aron Kristinn Jónasson, fjöllistamann, viðskiptafræðing, rappara, tónlistamann, TikTok-stjörnu og lestrarhest sjálfshjálparbóka og við erum að fara við sviðið allt þetta sem ég nefndi. Aron hefur gert sér nokkuð gildandi á samfélagsmiðlunum TikTok á undanförnum misserum. Verið að milli tannana fólki, verið að búa til myndbönd sem 100.000 horfa á, 70.000 horfa á, 100.000 deila áfram horfa á. Það er eitthvað í skilabóðum hans, eitthvað í hugmyndafræði hans, eitthvað í hans málflutningi sem er að hitta í mark. Hvað er það? Hvað er það í tíðarandanum sem er að valda þessum vinsældum hans, þessum áhuga fólks á honum? Við ætlum að velta því fyrir okkur í þessum þætti. Við ætlum að velta fyrir okkur hvað það segir okkur íslenskt samfélag og hvað það segir okkur peninga, markaðssetningu, samfélagsmiðla, söguna, framtíðina. Þetta er mjög gott samtal sem hérna fyrir hönd. Ég nefni þá oft í byrjun þessa þáttar að ég ritstjórinn starfar á frjálsu markaði í samstarfi við öflug íslensk fyrirtæki. Eitt þeirra er Þorgrímsson byggingavöruverslun með 80 ára saga af því að gefa fólki byggingavörur sem eru fallega. Þið sjáu panelin hérna fyrir aftan Aron á eftir, hann er Þótt Þorgrímsson. Þið heyrið að hljóðvistin hér er úr Þótt Þorgrímsson. Ef þið viljið búa til gæðarými hvar sem er, þá eru það að versla við Þótt Þorgrímsson og ef þið er ekki að gera það, þá held ég að sé eitthvað að ykkur. Annað fyrirtæki er Reykjavík Photo. Reykjavík Photo er það fyrirtæki sem þú leitar til ef að þú ert að reyna að tryggja gæði í upptöku hvort það er hljóði, ljós eða mynd. Ódýrt, ótrúlega ódýrt með hvaða afrek, andlegu afrek þú getur unnið á sviði margmiðlunar með hjálp Reykjavík Photo. Farið þangað og verslið við Reykjavík Photo. Við ætlum að vinda okkur til að byrja með í þetta skrautlega og líflega viðtal við Aron Kristinn Jónasson. Heyrnadól. Með heyrnadól. Þú heyrir mér. Ég heyri þér. Þú heyrir mér. Þú heyrir mér. Sestir hérna á ritstjóra borðið. Eins og oft áður. Gott. Með Aroni Kristni Jónassoni. Jeps. Sem ég kalla stundur rappara. Mitt. En ég eru þetta aðdafnamaður í víðum skilningi. Ekki satt, Aron? Jú, sigurvegari. Góður. Hugsjónamaður. Með vision. Fjölistamaður. Vinu vina sinna. Ég er góður vinnur. Já, takk. Sammála. Ég er góður vinnur og ég þarf stundum að vinna mig á að vera góður vinnur við mig sjálfan, fattar mig. Og það er svo ógeðslega auðvelt að hjálpa öðrum. Já. Og stundum er maður svona, hvað myndi ég gera fyrir mig ef að ég myndi koma og biðja aðstoð með eitthvað, fattar mig. En ertu að tala þegar þú þarft hjálp eða bara almennt sko í svipunni sem maður er með á sér, skilur? Bara frekar almennt sko, bara eitthvað ágæð vagnar og ert kannski bara eitthvað, ég þarf að gera eitthvað og ef að bara þú myndi koma upp með mér og spyrja mig bara eitthvað, hvað ég að gera í þessari stöðu. Já. Það var svo auðvelt svona, já, þú getur bara gert þetta, en maður er ekkert endilega að svara sjálfum sér með þessu, fattur mig. Nei, það er mjög auðvelt líka bara almennt að sko gefa ráð og þykja ráð, sko. Ráðgjöf er bransi sem er bara, og ég held að það sé hluta af því sem maður heyrði Peter Thiel tala hérna og Joe Rogan daginn að sem sagt strategía umræður er allt bara eitthvað sem kemur í staðinn fyrir aðgerðir. Og það er að tala allt endalaust. Það er að tala sko. Jappa eins og við köllum það á tokkinu. En já, maður er góður vinnur. Já, en jappið, ertu ekki að jappa eða? Jappið leiður ofta að sér eitthvað gott líka sko. Já. Fattar mig. Já. En það er samt ótrúlega margt sem bendir til þess líka að maður þarf að gera meira og tala minna. Já. Og ef maður er að fara að stefna í eitthvað stórt projekt þá þarf maður ekki að vera að segja öllum frá því sko. Nei. Þá maður kannski bara aðeins að múva, þú veist, silently og leyfa síðan bara, þú veist, fólki að sjá hérna. Það er oft spennandi að segja frá sko. Það er mjög kósí og freistandi sko. Það er freistandi, sérstaklega ef þú ert komin eitthvað áfram, fattar mig. Já. Það er til þú veist, báðar hliðar af, þú veist, þessu coini sko. Já, en
þú þarna bjóst til tónlist, skilur, á einhverjum tímpúti þar sem að það var ekkert kannski alveg verið að ætla að stila þér, skilur, þú varst náttúrulega bara í sjúkraþjálfunar náminu. Já, ég er náttúrulega bara þú veist. Ef við förum aðeins yfir það, þú ert tónlistarmaður og tokkari líka og aðtapnamaður, en þú ert í Club Dub og hefur líka gefið tónlist bara sjálfur, en það er svona það verkefni sem hefur fleyttir hvað lengst að þannig síðari árum og hefur verið svona þinn megin fókus, er það ekki rétt? Jú, það er í rauninni tónlistin, sko. Já. Núna TikTok, þú veist, það er alveg hægt að segja maður sé bara eitthvað að gera content, þú veist, hver er munurinn á einhverju TikToki eða einhverju lægi eða hvað það mig, þú veist sumir eru ógeðslega góður að tjá sig sjálfan á TikTok eða að gera það í gegnum eitthvað lag og ef það ekki, eða bara í gegnum eitthvað málverk eða í gegnum eitthvað Það er að segja á endanum er þetta allt sama efni, þetta er bara þú og þín sín algjörlega en ég veit ekki hvort maður verið endalist á TikTok, skilur mig, en þetta er bara skemmtilegt eitthvað Það var eitthvað að lýsa því þarna daginn að og ég held að það hafi verið ég þannig að þú veist að því að svo margir furða sig á TikTok æðinu en gæsalappa sko, og eru þú veist eins og þú fengið mikið væntalega er hann á geðvikur og hvað er þetta og ég meina eiginkona mín var alltaf að byrja að posta ykkur TikTokum og þau voru úksla vinsæl og einhver var að spyrja bara eitthvað hvað er málið, hvað er hann að gera og þetta byrjar alltaf og ég hugsaði, er þetta ekki bara það sama á gerðist kannski svona 2013 þegar allir og amma þeirra líka voru komin á Facebook, skilja, þegar Facebook var 2013 er jafnvel bara komin inn í Snapchat en við byrjuðum á Facebook, ég byrjaði á Facebook 2009 þegar ég var í 7. bekk í grunnskóla menn maður postaði þar Já, vilt og galið, bara vegginn og bara er með þessum og bara Facebook var mjög skemmtilegur Takk fyrir allir hver er Já, samfélagsmiðill og maður að posta veggi og alls konar leikjur og alls konar mím í gangi Já, bara myndum og statusum og pælingum bara Og pældi, það eru 15 ár síðan, við erum búin að vera á samfélagsmiðlum í 15 ár En MySpace kom alltaf fyrir þetta svona 2006-07 og menn voru alveg virkir á MySpace og með góð top friends Það er góð pæling og MSN var líka mjög aktíft þú veist, og MSN var alveg mjög aktíft Og þar byrjum við, þú veist, svona 2005 þá er ég 10 ára og þeir sem eru að hlusta og vita ekki þá er þetta bara, þú veist, er Snorri basically bróður minn, við erum ólist bara upp saman á hverjum einasta degi og því ég og Bergþór vorum saman í bekk og vorum bestu vinir Þannig að 2005 þá vorum við svona að byrja að spila World of Warcraft sem er náttúrulega nettengt lærum náttúrulega ensku í gegnum það og það er einhvers konar samfélagsmiðill líka Já, og svona, þú veist virkjar ýmsa hæfileika mannsins í raun og veru, sko, skipulags hæfileika og bara sjá einhverja heildasýn og líka kannski sko, komast að bræði fyrsta skipti á einhver svona stafrænni fíkn sko. Þú veist að þetta er alveg hellu stafræn fíkn og þeir sem þekkja World of Warcraft og þeir sem þekktu einhverja sem spilur World of Warcraft át þetta marga upp, sko, bara át á sem í heild sko. Gleypt í einu bita Það var alveg strákar sem voru búin að spila online í 10. bekk í þú veist 700 daga online þú 2 ár af lífi þú gæst gert bara skástrík plate bara hvað ertu búin að spila mikið og sumir vildi ekki sína á það bara, þú veist 700 days plate á einum karakter þannig að þú veist það er ákveðið social media út af því að þú ert að fara inn í þú veist allt er íkó social media líka Þú ert með þinn avatar þetta er þinn avatar og þú tengdir mjög mikið við persóna sem þú varst í leiknum þú veist og varst bara jafnvel þekktur sem persóna Þú vildir ekkert neglekta þessa persónu þú vildir og það er kannski auðveldar að gera þú veist eins og vorum að tala um eitthvað að gefa ráð þú ert essentially að gefa einhver avatar ráð í einhverjum töluleik sem er þú veist aðeins meiri svona finite endanlegur en lífið sjálft fattar mig þú veist síðan kemur MySpace Facebook, Snapchat, Instagram og mikið er í fegin ég tweetaði daginn að ég var mjög fegin að það var ekki til TikTok þegar ég var í menntaskóla, það var til Vine en það var svona frekar amerískt sko, annars eðlis 7 sekúnda myndbönd og þá varstu meira svona það var, en það lofaði góð á sín tíma mér það góð pæling og sko Twitter kefti Vine og sjöttaði niður Twitter var að reyna að inkorporera það í sitt dæmi sko. Og eins og sér á Twitter núna, þú veist öll appin er að berjast að verða the everything app, skilur, eins og Elon Musk segir, hann vil að það sé the everything app, skilur, þú hlustar á tónlistanna, tala við vinina, borgar og svo Twitter líka orðið þannig að þú ert að skrolla, þá er þetta basically orðin líka smámyndbönd Finnst þið að Facebook hafi ekki náð að gera það? Þú veist, út af því að Facebook er bókstallega, þeir voru bara 2013 með allt maður var bara að posta myndum, myndböndum status updates
maður verið grúpum, Já. nágranna grúp, bara, þú veist, allt. Málið bara að samfélagsmiðlar eru ógeðslega viðkvæmt vistkerfi, rétt eins og allt félagslegt vistkerfi, rétt bara eins og félagasamtök eða einhverja stjórnmálaflokkar eða eitthvað. Ef það kemur eitthvað væp sem er eitthvað svolítið skilur, eða er einhverjir of svona, gamaldags eða búmaralegir að gera sig gildandi, þá bara fer maður, þú veist, það bara, og það var það sem gerist við Facebook, menn bara eftirlétu eldri kynslóðin þennan vettvang og fóru annað. Já, ég held að krakkar sé ekki á Facebook í dag. Nei, og það eru margir ekki með prófæl og mitt instinkt er ennþá að ef einhver segir mér frá einhverjum og ég þarf að fletta upp, þá fer ég á Facebook að leita hann, en það bara virkar ekki fyrir ákveðna kynslóð. Ég bara finn engar upplýsingar, gömul mynd frá þau voru 14 ára og ég bara, hvað er í gangi hérna, skilur? Pabbi er til dæmis ekki á Facebook. Nei, en hann er náttúrulega einn af fáum, skilur, þú veist, að vera í kringu 60 og vera ekki á Facebook, það er svona örgulega undantekning fyrir einhverja regla. Já, það er ótrúlega merkileg pæling, sko. En er hann ekki frjálsari maður? Ég veit ekki, þú veist, kannski en þetta er svona með TikTok ef að það er að fara að vera aðal miðillin whatever, skilur mig, ég veit ekki það getur alveg gerst þá er kannski bara fínt að vera bara eitthvað að kunna svolítið á það, sko sérstaklega í, þú veist því sem ég er að gera, sem er bara að gera tónlist og að gera content og eitthvað ástæðan fyrir ég byrjaði á þessum miðli var einmitt út þegar maður var að gefa vini sinu ráð ég var að gefa Flóna ráð, ég var bara Flóni þú þarfst að byrja á TikTok þú veist, þá geta fleiri séð tónlistina eina sem var ég bara eitthvað, wow, hvað get ég verið að gefa honum ráð þegar ég er ekki eins og sjálfur á TikTok og maður að posta í story ég var búin að posta ógeðslega mikið í story á Instagram síðasta hálfa árið í fyrra, 2023 bara alltaf í story, bara eitthvað, njótið dagsins bara eitthvað, let's do this shit bara eitthvað, áfram með þetta, áfram smjörið bara eiginlega hverjum degi bara eitthvað njótið dagsins og þú ert með svona takmarkað fólk sem sér þetta á Instagram þú veist, sérstaklega story og þú ert ekki endilega að posta því sem þú setur í story á Instagram, þú ert kannski bara að fá, þú veist meira þess að bara Aron Móla, ég var að tala um hann er 30.000 follower á Instagram samt bara svona 3.000 til 5.000 að horfa stories, fattur mig Já, sko, stories eru í fyrsta lagi ekki í samræmi við fylgjendafjölda sem horfir og í öðru lagi náttúrulega hverfaði þannig að þetta er einhvern veginn þú ert í raun og veru að skapa minna value með því að byrta þetta þarna inn vegna þess að þetta fer frá þér sko. Fyrst þú ert hvort þið er að koma einhverju pælingum þá er ég bara eitthvað, ok, þannig ég prófaði að posta ég postaði bara einhverju dóti sem og þá fór ég bókstaflega í stories archive hjá mér á Instagram seifaði þaðan og postaði á TikTok þá er að tala um, þú veist þetta er bara eitthvað sem ég var búinn að setja á internetið og setja á TikTok og ég gerði það svona 15-20 sinnum, skilur mig og þá sáu það miklu fleiri þá sáu 10.000 manns það, þú veist sem er bara 5-falt, 6-falt, 7-falt fleiri og alveg upp í, þú veist, 100.000 á Íslandi, þú veist, 100.000 á Íslandi er bara basically allir það er bara basically allir og þá getur við vita að þú sért búin að ná allavega sko, snerti punkti við einhvern sem allir þekkja eða þú veist, alla í þeim skilningi að einhver sem þeir þekkja er búin að sjá þetta nema hann sé í helli en það sem ég hugsa í sambandi við líka þú veist, þannig að þetta TikTok algrím og algoritman sem er undirleikjandi þar sem er líka nú þegar þú veist, orðin undirleikjandi líka á Reels og á X og annar staðar sem er einmitt bara að sína það efni sem þú líklegast til að horfa en ekki það efni sem þú hefur gefið yfirlýsingum með því að fylgja einhverjum skilur þá hugsa ég bara þú veist þeir ætti að byrja að gefa þér einhvers konar tölfræði bara skuggafylgjendur í raun og veru þeir sem eru áhugasamir þig vilja myndböndiðin, fá myndböndiðin en er ekki búin að íta á follow af því að follow er orðið svo mikið aukaatriði sko. Það er mitt málið og þú veist það er ótrúlega merkilegt eins og með TikTok þú veist ég er með svona cirka 6.500 fylgjendur þar og ég postaði til dæmis myndbandi fyrir 2 vikum rétt fyrir Verslunarmannahelgi sem að er, þú veist, með 75.000 áhorf og það er bara eitthvað svona 99% af þeim sem eru að horfa eru ekki að fylgja mér og það er eiginlega þannig með öll hérna TikTok, fattur mig en það ratar alltaf, þú veist ég held, ég veit ekki, ég þekki algoritma ekki það vel, en þú veist, ég nota alltaf hashtagið fyrir þig, hashtag íslenskt út af því að ég er eiginlega bara akkurat, núna er ég bara að reyna að stíla inn á íslenskt fólk og ég held að það virki þannig að þú veist það ekki alveg ég hef ekki hugmynd sko en hérna já það er bara svona tölfæran er bara 98% af þeim sem skoða TikTokið mér núna eru ekki einu svona að followa mig sko. Og það skiptir eiginlega engu máli það er bara svona eitthvað, þetta er eitthvað tala þú veist, ég skoða ekkert hvað með mörg like ég skoða aldrei hver lækar, ég bara dæla út contenti og mörguleiti sko líður mér eins og þetta fyrirbæri að í raun og veru efni sem þú gast gefið út fór væral
og til allra, án þess að þeir væru allir að fylgja þér, þetta byrjaði svolítið á Twitter þetta byrjaði að gerast á Twitter, Já. þú veist fyrir mörgum árum líka, af því að þar erum við konum með sko fyrir 10 árum var 2014 friðinniból Já. þú veist, eða 2012-13 þá voru menn komnir inn á Twitter og 2014-15 þá tekur þetta flug og verður einhver svona umræðu vettvangi þar sem einhverja breytinga byrja í þessi stað sko. Þannig að það er merkilegt líka og það var líka, þú veist hérna, þessi gaur and 8 other people liked já, það var svolítið svona búið að, þú veist gera eitthvað flöskuháls, já ok fólk sem að þú ert að followa já. það voru 10 Þetta manns byrjaði- af þeim sem að lækuð þetta myndband kannski fílað þú þetta Ég get sé fyrir mér þetta, þessi algoritmi hefur byrjað að þróast með því að sína þér eitthvað þannig Já. og svo yfir ég að bara skiptir ekki máli út að við læka þetta en vinir horfðu á þetta, Já. þannig að þú hefur örgulega líka áhuga á þessu, Já, þeir eru þetta er alltaf að senda stórmerkilegt. svona dót að milli þannig að þetta er, þú veist, já, það hafa mikla breytingar orðið á þessu og stóra spurningin er, þú veist, hvert fer þetta næst og hvað við hverju er að búast frá þessum heimi og ég er að segja þetta með TikTok, að því ég velti fyrir mig, sko, ég veit ekki heldur hversu langan tíma TikTok á eftir inn í vestrænu samfélagi út frá þessum aðgerðum bandaríkjamanna, þú veist, þannig að þetta geti bara breyst mjög hratt og þá getur kannski bara allir endað á Reels já, en málið er sem líka þú veist, það er í eðli mannsins að vera bara eitthvað, fuck, ég nenni ekki að spá þessu Nei. Snapchat kemur og það er bara eitthvað býtu, eyðist myndin að eilífu eftir 10 sekundur, já, eða styttra og getur bara sendt mynd, hún bara kemur í 2 sekundur og bara eyðist að eilífu þetta er bara fárlega pæling þá, fattur mig, Já. þetta er algjörlega fárlega pæling þá og meiri sér þegar maður var, þú veist, 18 ára þegar þetta er að koma og maður bara eitthvað, ég veit ekki með þessa pælingu þetta er léleg pæling, síðan þú veist núna er þetta bara eitthvað, ég nota persónulega ekki Snapchat, Nei. en allir krakkar nota bara Snapchat til þess að communicata sama með, þú veist, TikTok þú veist, TikTok var alveg til fyrir 5 árum síðan, skilur mig, og það var svona eitthvað, ég veit ekki alveg með þetta nenni ég að vera að posta eitthvað hann, nei, og þú veist, sér er þetta samt líka þannig að þú veist ég byrjaði mitt að vera bara eitthvað, hei, postaði myndböndunum, sjá hvað gerist, kannski gerist eitthvað, skilur út af því að ég get sér gert blötu, hún er ógeðslega vinsæl, ég get opnað fatamerki, ég get verið að DJ, ég get kapitalæsa þess á þessu sjálfur er ég ekkert búin að vera auglýsa samt, þú veist nema bara með bara mitt shit, sko en samt sem áður líka þá, þú veist tók ég smá skref tilbaka í þeim pælingum út af því að, þú veist, YouTube til dæmis ég er ekkert að posta á YouTube ég fíla alveg að horfa á YouTube það þurfi ekkert allir að vera á þessum miðli til þess að posta, fattar mig þannig að postaði myndbandinu, þú ert búin að tjúna það já, þú veist, en samt, ég er samt bara eitthvað, fyrir þau sem að vilja vera að posta postaði fucking myndbandi, hvað máli skiptir það og fyrir mig er hann ógeðslega þægilegt núna að þetta er bara svona, þú veist þetta er svona metafor sem maður sér stundum á einhver timeline þetta er bara, þú ert fjallið það sem heitir Cringe Mountain og þú ert bara eitthvað, byrjar og allir segja að þú ert klikkaður og ég gerði og þú ert bara eitthvað, fuck, þetta er svo cringe en kemstu yfir það, núna postaðum bara hversu mann sýnist, sko Já, þetta er eins og Mr. Beastarinn sagði, sko, þú ert delusional, þannig að þú ert successful, skilur, og ég held að en bara áhugavert, sko, þetta sem ég var að segja með TikTok, þegar ég byrja að posta á TikTok, það er allir eitthvað, fólk er svo mikið eitthvað, er hann geðveikur og var alltaf verið að segja Begga bróður, skilur, og hann er alltaf geðveikur. Já, en þú veist. En geðveikur og ekki geðveikur, en málið er bara fólk þetta er örgismekanismi hjá fólki, þetta er svona varnarmekanismi að segja bara, ég er bara hér, ég ger ekki svona, þetta er asnælt fólk, en þú ert alltaf að neita efnisins, skilur. Já, það er... Akkur viltu þá ekki setja þetta mark á umræðina, skilur. Já. En þetta er vinna. Þetta er vinna. Þetta er vinna að gera þetta. Og ég eiginlega, þú veist, við erum að tala um þetta núna út af því að við erum sjálfur eitthvað að gera þetta, en ég er ekki einhver samfélagsmiðla fræðingur eða expert og ég er ekki einhver tiktokari. Þetta er bara ógeðslega góður miðill fyrir þá sem þora til þess að koma pælingun sínum á framfæri og vera með eitthvað influence, ef þú vilt vera með eitthvað influencer, þú vilt vera með einhverja pælingar. Mig langaði að byrja á YouTube, þú veist, og það er svona draumur allra ungra stráka, bara, já, ég var svo fucking mítli, ég var YouTube-stjarna. YouTube eða knattspyrnumaður. Já, bara fucking spila FIFA á YouTube og fá pening fyrir það, eða vera bara eitthvað að review einhver memes eða þú veist eitthvað. Og síðan fattaði ég, ég var alveg búin að setja upp setup þar sem að ég var með webcam og búin að setja webcam og það er til eitthvað myndbandin á Clubtub, hérna YouTube-inu. En ég hugsaði samt þá, hver er pælingin með því að reyna að ná til eins margra? Og YouTube er bara ekkert að gera það jafnvel og TikTok, fattur mig. Og þar af leiðandi fór ég á TikTok. En mér langaði ógeðslega mikið að byrja á YouTube með bara eitthvað svona, ekkert bara svona smá life advice, bara fyrir sérstaklega unga stráka út af því að
við erum sem þjóð að skila á okkur ókslega lélegri vinnu þegar það kemur að strákum Já. og ég sé þetta bara beintir að gigga og líka og þú veist, við þá strákar sem ég hitti bara eitthvað, þeir veit ekki mikið sko Nei, það verið talað bara svona 16 ára strákar sko þeir eru ekki með sín. já, þú veist, þeir bara, þú veist, eins og bara eitthvað maður lesa þessar fréttir, þú þarf ekki nefnum bara að lesa, þú veist, fyrirsögnu bara eitthvað helmingur stráka Já, kann ekki að lesa sér til gags ég vil meiri, Já. þú veist það kannski betur nei, og sko ég held að tölfræðin sé þannig að við útskrift úr 10. bekk þá séu í kringum helmingur drengja sem getur ekki lesið sér til gags. Já. Og ef við reynum að leggja niður fyrir okkur hvað það þýðir nákvæmlega þá er það bara sirka að þú gætir ekki lesið jafnvel frétt eldsvoða og áttaði á því Hvað var í gangi? hvað olli eldsvoðanum, hverjir slösuðust og hvernig viðbragðið var já, eða bara, og hver eftirmálin verða, hvort það verði tryggingar, þú veist, þú gætir Nei. ekki fara að vísa, gætir ekki numið nei, upplýsingarnir. væri bara eitthvað nærri segir mér frá Tyrkjaráninu Já, akkurat. Já, fara á Wikipedia, googla einmitt, eitthvað já, ég meina, þú veist, það er bara 1627 og nei, jafnvel bara segja, þú veist, þú myndir Já. bara beðja einhvern strákum að og þau gæti heldur ekki leita sér upplýsingum, Nei. þau Kunni gæti ekki retta sér gagvart þessu verkefni, af því að ef maður einmitt hugsar kannski lesskilning sem einmitt bara verkefni eins og hvað annað, þú veist, bara farið út í garð og sláðu grasið, skilur þú veist, þegar þú segir syninum að gera það, þá þarf ekki að segja honum sko, þú ert fyrst að fara í skúrin, svo sækja sláttuvelina og svo tóða í hana, skilur, hann bara dregur ályktanir út frá samhenginu og sambarlegt er þetta lestraverkefni, sko, þú veist þú fattar ekki bara hvað skref þú átt að taka við að nefna upplýsingar og já, það er staðan hjá helmingi drengja sem koma úr 10. bekk og sko ég hef alltaf sko reynt að svona hugga mig við eða allan að miða við að sko það sé þá einhver önnur færni sem þeir búi vonandi, yfir algjörlega, en sem við þá sem öruglega og talandum bara brainrottið, talandum mýmin, talandum eitthvað svona grín samhengi sem er í Algjörlega. gangi, þú veist, þeir eru með einhverja nefni sem við búum ekki Ég yfir, veit. skilur, það getur ekki verið að þeir séu bara alveg búnir nei, nei, þú veist, þeir eru ekki búin að vera í tómarúmi, þeir eru Nei, alveg búin að vera að fá eitthvað áreiti og eitthvað efni og eitthvað samhengi og eitthvað hugmyndir, en þú veist, þeir ná ekki að laga þær hugmyndir að klassíska verulegan sem við höfum byggt Nei. upp, sem er texti, myndir og eitthvað svona, sko. einmitt, algjörlega þú veist En já, þannig að þú vildir eitthvað aðeins og ég meina, og ef maður skoðar, þú veist fyrst, og þú veist, eins og ég segi, þarna var ég búin að vera í 6 mánuði á Instagram eitthvað að segja fólki að fokkin kæra sig í gang og við vorum sko, ég, Jói og Beggi náttúrulega fórum á Eckhart Tolle retreat þarna í september og svona frá september í desember, þá var ég svolítið mikið bara eitthvað, ég var bara í mjög miklu pure blissi eftir að hafa verið bara einhverjum góðum pælingum eftir Eckhart Tolle og þið hittu manninn. við fórum á svona Já. hérna, viku langt retreat eða, þú veist, basically svona ráðstefna sko, Já, þar sem að við vorum í Oslo Fjord Convention Center bara með, þú veist, 1000 öðrum sem að eru bara í einhverjum pælingum sem að snúast aðalega að því að vera ókslega meðvitaður hvað maður er að gera í hverju og einasta mómenti, þú veist af hverju ég ger þetta og getur þú soðið niður fyrir þá sem er að hlusta, getur þú soðið niður boðskap Tolle einhvern skilningi, þú veist, sko, ég meina því við erum í kraftin í Já. núinu, við erum með nýja jörð, já, sko þetta eru bækurnar sem eru til í íslenskum þýðingum. já, sko pælingarnar hans eru aðalega því að þú veist, það gerist allt í augnablikinu sem er núna og augnablikinu sem er núna endalaust og ef þú sérð fram á að þú þurfir að gera eitthvað fyrir einhverja dagsetningu eða eitthvað þú hugsaður dagsetninguna, þá ertu basically bara að búa til strekking á tímalínuna út af því að þú í augnablikinu núna þarft að taka öll skrefin sem að þú, þegar þú ert að klára verkefnið ert að gera þú veist, það er pælingarnas og allt sem að hefur gerst það er ekki til, Nei. þú getur ekki breytt því það er ekki hægt Þetta er krafturinn í núinu. já, þetta er bara, þú veist, að vera það meðvitaðar að, þú veist þú getur séð þig vera á einhverju snekkju eftir 5 ár en hvað myndi svo manneskja þá gera, þú veist, þú getur ekki bara eitthvað projektaði þanga, þá ertu að streitast á móti augnablikinu sem þú ert að lifa í núna Þetta er svipað á pælingin, sko, þú veist, ef þú ert að hugsa hvað þú átt að gera í dag, hugsaðu þig á morgun og hvað þú myndir verða ánæður með að hafa gert í gær á morgun. Já, þú veist. Í einhverju skilningi líka. Já, það er kannski ekki Tolle boðskapurinn. Hann er meira að hugsa, þú veist. Hann er bara, þú veist, það eru ókslega margir að bíða. Það er bara að bíða eftir einhverju. Já. Bíða eftir að eitthvað verði betri. En þú sem manneskja í þessu augnabliki þarft að taka skrefin að
markmiðinu að það verði betri, já, fattar mig já, annars ertu bara vilt vera einhvers þar annars staðar en þú ert akkur núna sem klikkun, þú veist já. það bilun Og þannig að þú veist já, en það er ekki einfalt að útskýra boðskapin, Nei, þetta er stór hugmyndaheimur og þetta er bila pælingar sko. og þetta er ekkert fyrir alla sko. Nei, þetta er ekki fyrir alla og það er ekki allir tilbúnir að taka við þessu en enga síður þá er þetta eitthvað sem þú hefur haft mikið gagn af, það ekki þetta hefur breytt af því mér finnst þú alveg hafa breyst á síðasta sko 2023 er stórt og ég nót aldrei breytast í þessum neikvæða heitira skilningi þar sem að fólk er að tala um eitthvað breytist eitthvað svona, breytast er bara gott þetta er bara, þetta er umbreyting við erum sífelldu umbreytingaferli og ég vil breyting sko. endalaus framþróun og umbóta starf sjálfsins, það er það sem er alltaf í gangi þannig að mér finnst þú hafa breyst sko, ef þú tekur, ég meina Ronna fyrir 2-3 árum, skilur, það var kannski þú veist, það var ekkert alveg sami maður eða svona, einhverja pælingar einhverja pælingar en ekki byrjaður að kannski að láta aðgerðir sína já, og svona að láta endir fylgja orðum sko, gera hlutina já. En þú veist þetta er ekkert endla fyrir alla en ég myndi mæla með þessu fyrir alla að kíkja á bara eitthvað prófa bara að lesa The Power of Now en já, þú veist þetta er til í góðum íslenskum þýðingum líka krafturinn í núinu, nýjörð og þetta er bara mjög læsilegt og í kjölfar á því þá bara eitthvað var maður í Pure Bliss eitthvað að segja allir mann Jón Dagsins og meina það virkilega, þetta var ekki eitthvað Nei, þetta er ekki yfirborðslegar upprópanir eða svona einhverjar klísjur, þetta er bara ákveð ætti ekki að vilja einhver annar njóti Dagsins og við vorum að tala um að ég ætlaði að fara að gera eitthvað á YouTube, skilur mig og ef maður skoðar fyrstu TikTokin mín ég klára eiginlega að koma með flesta pælingarna mínar til drengja bara eitthvað á fyrsta mánuðinu sem er bara eitthvað að elska sjálfa sig og postaðir alltaf hverjum degi fyrsta, svona næstu því eitthvað það var eitthvað svona, íslenska orðið að vera sjálfselskur það er búið svolítið gildislaða það til dæmis það er eitthvað svona, maður á að vera sjálfselskur eðsinn að elska sjálfan sig þú veist, self-love eða þú veist, ég veit ekki að vera sjálfselskur, ekki selfish nei, ekki sjálfhverfur, já, þú veist sjálfselskur hlýtur á gott það á að vera gott og bara eitthvað að hafa hreint heima á sér þú veist og að reyna að vakna og kíkja í síman beint og bara eitthvað að lesa eitthvað í einhverju bók og ég meina þegar þú lappar hann út í Teslana, skilur, hvað segiru? Úrið, fann gott, fullkomin húð góða hárlínu og þetta er allt facts, fattar mig og Teslan, smá skítug heilbriður, elskaður hvað finnst ykkur? Og þannig var ég nýbúin að sjá eitthvað þegar þú ert með TikTok, endaði á spurningu til þess að láta þig spá eitthvað og þá var ég bara eitthvað, hvernig get á þetta? Hvað finnst ykkur? Og það var bara eitthvað, fólk bara eitthvað, wow, þessi ykkur fucking sturlaðar á því og ég vissi alveg þegar ég postaði sig, ég var eitthvað ég mun alveg fá hérna þau munum koma á eftir þessu Þetta er unorthodox, þetta er ekki En síðan líka bara þú veist, fólk nefnir ekkert að heyra þetta endalaust, sko, ég get ekki verið að mjólka þetta endalaust, bara ég er svo böggur á því, skilur mig Nei, akkurat, það er svona það er augnablik fyrir allt sko, og það er tímapunktur fyrir allt og svo er það framþróun og það er að mörguleiti sko, það sem ég fann líka á TikTok einhvern tímapunkti og Instagram skilur, ég get ekki bara alltaf verið sama skot og tala sirkum sama hlutin skilur, ég get alveg, þú veist ef maður er að tala um nýja hluti þá er það alveg ferskt og ég, það er það sem er svo áhugavert við þetta því fólk hatast út í algoritman og kennir honum ýmislegt og maður á bara að taka algoritman og ég held að einmitt Mr. Beast youtuberinn segi það sko, taktu bara algoritman og hætti að segja það og segja bara áhorundur, bara fólk skilur, bara hætti alveg, en þetta er bara vægðarlaus þarna dómur fólksins, skilur, þú ert bara að leggja þetta í dóm fólksins, bara hvað finnst ykkur? Og þess að finnst sko að eiginlega ástæðan fyrir að ég frelsaðist frá áliti annara allavega á samfélagsmiðlum og svona eiginlega bara yfir höfuð var út því ég las bók sem heitir The Four Agreement sem óslega fyndið út að Halla fórseti benda á þessa bók sem óslega fyndið pæling en þeir voru eitthvað þeir voru bara eitthvað okkur er ekki að lesa Gísli Súrssonar bara ég veit ekki en það var samt mjög áhugavert augnablik sko, að við töluðum það ég og Beggi þetta eru það sem heitir Nietzsche kallar bildungsfílistegar, þetta eru svona pleppar sem eru samt menntaðir og eru að lýsa andstið sinni út frá
hroka sínum með Já. menntununa sína, kunna lesa alvöru bækur en að Já. gæsa þeir hata sjálfsjálfabækur. Já, Það er því þau hjálpa sjálfum sér aldrei. Einmitt. Það er að síðasta sem þau munu gera. Sjálfsjálfabækur eru með Hjálpa þau sjálfur. finna pælingar sko. Já, Okkur þetta er ekki að vilja Hjálpa Hjálpa sjálfur. Já, og ég hef alveg verið haldin þessari andstæði gegnum tíðina, en svo í seinni tíð er ég miklu Já. hrifnari að því bara að tjekka á þessu. hvað stendur, Já. kannski er ég og Þannig líka ástæð fyrir þetta til Já, og selt í miljóna tali og sko. bara heyrðu mig, það eru ólíka augnablík í lífi hvers manns Já. og hann þarf ólíkar upplýsingar á hverjum tímabúti. Ég meina Það er augnablík þar sem þú þarft eitthvað svona. Ekkert Tolle er meiri heimspeki en sjálfshjálp sko. Já, einmitt, já, Það fattar mig. einmitt. Þú þekkir þetta hjálpa sjálfur þér að fara í þessa pælingar sko. Nei. Long, kannski long. Já, og hvað er heimspeki annað en bara svo iðja í raun og veru að Já. hjálpa sjálfur sér, hjálpa þér að hjálpa þér að komast að einhverju niðurstöðu Já. eitthvað. En ég las þessa bók Já, og öll koncept það sem öðrum finnst mig bara hurfu. það var For Agreements eftir Don Miguel Ruiz. Já. Frábær bók. Já. Og ég hef lesið hana 3 svar eftir að ég las hana. Og þú veist, og það eru í grunninn 4 bara 4 lífsreglur og þú veist, sem að maður reynir bara að lifa eftir. Já. Og þá getur maður að lifa heldur fínu lífi. Þær eru eftirfarandi í meðræðina. Já. Nota orðið þitt. Þetta er flekklausi orði. Já. Impeccable. Það er að segja Þú ekki að ljúga, þú ert ekki að baktala. Nei. Þú ert að segja þinn sannleika, eins og þú sér hann, fallega og dreifa hvítum töfrum en ekki svörtum. Já. Það er bara það sem ég reyna að gera líka á TikTok. Já. Númer 2 er að halda ekki neitt, eða þú veist, ekki ganga út frá því að eitthvað er, ger ekki ráð fyrir neinu. já, ger ekki ráð fyrir neinu. Þetta er don't assume, held Já, ég. eða don't hvað? make assumptions. Don't make assumptions. Bara, Þetta er í raun og veru- og ég held að þessi gaur hati mig. eða Við sko- allir, eða ég er ekki velkomin í þessum bransa Já. út af því hvernig ég er. Gaur, veistu hvað, þetta eru, ef þú fellur niður þessar pælingar, þá er allt opið, sko. Já. Út af því að þú veist, þetta er bara, ég myndi halda, og nú er ég að halda, basically, I'm making assumptions, eitthvað Já. sem maður á ekki verið að gera. Einmitt. En þetta er bara það sem er að keyra þetta var að keyra í hausnum á mér Já. endalust. Ég held að þetta sé svona út af þessu Já. og svo þægilegt að láta bara, ef þetta meikar einhvern veginn sens þá getur maður bara gengið frá þessu. Já, Skilur mig. og í raun og lokað þennan möguleika hjá þér. Þú mátt ekki fara og gera þetta. Já, eða svona, já, þetta, ég held Hvað að gæti verið, hvað finnst þér, hvað heldur að þú, hvað er dæmið það sem þú varst að gera einhverjar drálítanir? Eða sérst að, eða, ég veit ekki, þetta er líka bara svona self-limiting eitthvað, Já, ég ég held sé að ég held að TikTok sé ekkert fri, ég held að Já. ég sé ekkert, þú veist, ég geti þetta ekkert. Nei. Eða bara eitthvað svona, þú veist, ég þóli ekki að heyra eitthvað segja eitthvað, ég held sko að þessi kæla hati mig, ég Já. held að þú veist, út af því að það er svo þægilegt að halda, það er svo þægilegt að búa til einhverju sögu og geta lokaði, Já. í sæðan verður bara að leiða einhverju hlutum að vera, þú veist, þannig að þetta er ógeðslega merkilegt sko, og síðan nummer 3 er að taka einhver persónulega og það þýðir þá líka sko að ef að einhver rósar þér þá máttu það ekki taka þér persónulega. Akkurat. Þetta virkar í báðar átti. Já, þannig að þegar einhver segir fokkin fara að drefti þig, þú ert ógeð á TikTok eitthvað, þá er það jafn mikið og að bara eitthvað, vá, þú svo geggjaður ég elska þig, auðvitað er gaman að fá það, skilur mig. Og auðvelt að taka það og byrja að sem sagt, taka þig of persónulega. Já, Já, sem sagt, og já, taka þig persónulega. Já. Það er auðvelt. Já. Og hrósi, en stundum þarf maður að hrósi að halda. já maður, þú veist það er næs að fá hrós, Já. en síðan þarf maður að muna bara, þú veist, út af því að í að nota orðið sitt, be impeccable with your word, er eiginlega bara það að, sko, það sem að ég segi við þig er bara eitthvað númer 1 og 3, þú veist, nota orðið be impeccable with your word og 3, don't take anything personally, er bara eitthvað ég projekta mínum pælingum á þig. Já. Og það væri næs að fá samþykki frá þér. Já. Þá er ég bara eitthvað, yes. Og það er andstæðið að vera flekklaus í orði, sko. Já. Og að reyna að höfða til fólks og það Já. finna allir þegar þeir eru í kringum svona eitthvað people pleaser sem Já. er að reyna að höfða það virkar ekki, þú Nei, getur það ekki. Það er short, sko. Og það er bara stutt markmið og stutt skamsýni. Já. Það er bara skamsýni vegna þess að þú finnur sannleikurinn kemur alltaf í ljós og hvað þér finnst og hvað þú lifir og hver þinn sannleikur kemur alltaf í ljós og maður hefur alveg kannast við það þegar maður verður kannski óörgur í kringum eitthvað sem skiptir máli og þú vilt kannski eitthvað ná einhverju fram í tengslu við hann eða hvernig sem það er útgáfan af sjálfum manni sem að verður, það er bara andstykkileg, maður er bara, wow, þetta er ekki maður sér eftir því og bara, þú veist, akkur sagði ég þetta og maður verður óörgur sem maður verður aldrei í öðrum aðstæðum
þannig að sökkar sko. og það bara sökkar, þú verður sökkar leið og þú byrjar Já. að reyna að fá eitthvað frá einhverjum með því að tala við hann, skilur, í stæðin fyrir að bara Síðan líka stór merkilegt hvað gerist þegar þú hættir. já, og átt alvöru samtöl Já, þá maður allt í einu orðin eitthvað aðeins meira interesting sko. já, og miklu öfluri maður, sko, ef þú ert að því að þú veist einmitt, skamsýnun, ef að þið eigið ekki skap saman, þú og viðkomandi sem þú ert að reyna að heilla, þá munið aldrei gera það. Ef þið eruð ekki á sömu bylgjulengd, þú munt aldrei græða neitt á því að vera einhver annar en þú ert, sko. Það þýðir ekki, sko. Það sko, fjórða að gera alltaf sitt besta. Já, og það er eitthvað cringy, hljómað cringy, just always do your best. En þetta er samt bara svona, þú veist, þú ert alltaf að gera þetta besta, þá ertu, þú veist, þá getur ekki verið sár út í því sjálfan, skilur mig. Ef þú ert að fara að gera hérna plötu, ef þú ert að fara að gera eitthvað dæmi, þú veist, og ert bara að gera þetta besta og hún kemur síðan út, þá gafst allavega þitt besta, skilur mig. Já, en það er svolítið erfitt að festa fingur á það hvernig maður næra að gera sitt besta. Já, en þú veist, þú getur líka bara surrender að vera bara ég er að gera mitt besta. Já. Þú veist, kannski get ég gert betur og þá er ég bara að reyna að komast upp á það dæmi, sko. En sko, maður velti fyrir sér, sko Halla T, hún varð fyrir ákveðin aðkasti fyrir að sérst vísa í lífsreglurnar 4 og það talaði um þetta sem svona eitthvað plebba sjálfshjálp og eitthvað svona popular sjálfshjálp. Og maður velti fyrir sér, sko, ok, það er einhver umræða sem fer fram og maður kannski ímynda sér að sjá allir að segja, en það er einhver ákveðin hópur sem er að segja, það er einhver ákveðin hópur sem er að leggja þennan dóm á Höllu T, kvarta undan þessari framsetningu hennar. Hvað hópur er það? Af hverju hefur hann svo mikil áhrif á okkar umræðu? Þú veist, af hverju er ekki bara almennt að því að ef þú síðan talar þú veist, þegar þú ferð í Teslanu og í TikTokinu þegar þú segir þarna eitthvað úrið ferskt og úrið fínt og hárið gott og þú veist bara, þetta eru skilaboð, skilur, og þau verða svona einhverju mými en það er eitthvað í þeim það er eitthvað í þeim sem fólk fílar og tengi við og bara, heyrðu, svona langar með líða þegar ég fer út í bílinn á morgnana og lífið er kannski ekkert flóknara en bara að fara út í bílinn á morgnana og bara, heyrðu, djúvel lítum að vel út og maður að fara í Tesluna og ferskur, þú veist, þetta er eins og það er bara gaur á TikTok sem er þarna, ég veit ekki hvort það er síðan, hann bara alltaf í skyrtu á leiðinni í vinnuna í New York, Manhattan, fucking ferskur með AirPods og bara að fá sér Monster og bara fucking peppar að fara í vinna, þú veist, og maður hugsa, þú veist, þarna þessir fúlu akademikerar sem eru brjálar út í Höllu T, þeir eru með ákveðna heimsýn og lífsýn en restin af fólki og fólki sem er að skoða TikTok er bara, heyrðu, þetta fílaði ég, þetta mótivera mig, þetta er það sem ég er að sækjast eftir. Stíla Halla T er bara, hún er geðvægt góð að adapta. Já. Hún er bara eitthvað, já, ok, ég er bara TikTok. Já, það var magnað afrek hjá henni og hennar teimi og það hefði ekki verið hægt, sko, bara með teimið, skilur, bara teimið hefði aldrei getið gert þetta á TikTok, hún þurfti að vera hún var smá authentic og það sem að munurinn liggur á, þú veist, henni og Katrínu er 20.000 atkvæði sem er í raun 10.000 sveiflu atkvæði sem að hefði getað farið bara Katrínu út af því að það veit allir hver hún er. Nákvæmlega. Þannig að hún í rauninni sótti þessi 10.000 auka atkvæði sem þurfti kannski bara á TikTok. Já, og Katrín var á TikTok eitthvað aðeins, en það var bara ekki það var ekki efn authentic. Nei, það er ekki sama tilfinning, skilur. Hún var bara að gera, þú veist, það sem að hún var bara að kjúrinda eitthvað fyrir eitthvað krát, þú veist, hún var bara að nota það, þú veist, þegar við vorum að gera risa tilkynning og hún bara eitthvað, risa tilkynning, bara eitthvað hérna, skilur við, og nota Matta, pródúserinn sem að er að gera lög fyrir okkur og hún var bara með eitthvað góða pælingar á TikTok, skilur mig. Og sko það sem ég myndi óska mér með Höllu væri að sko í embætti reyni hún ekki að höfða til þeirra sem kortið hafa andstigð á hennar lífsgildum og hennar lífsviðhorfum og frekar leiði sér bara vera hún sjálf, bara nettur plebbi, skilur einhverju skilningi eða svona finance plebbi ef það má orða það þannig. Áður við höldum áfram þá nefni ég oft hér í miðum þætti einnig að ritstjórinn í samstarfi öflug íslensk fyrirtæki, eitt þeirra er Myntkaup. Það er staðurinn fyrir þig til þess að kaupa rafmyntir, Bitcoin til dæmis. Ef þú hefur áhuga á þeim eignaflokki, vilt dýfa litlu tannu í þetta, en hugsar, ég skil ekki alveg, ég kann ekki alveg, ég vil fá örugga og einfalda leið á Íslandi sem er samþykkt af fjármálaeftirlitinu til þess að stunda viðskipti með þessa nýstarlegu eign. Það er Bitcoin. Ef þið ætla að kaupa Bitcoin, þá gerir það með Myntkaup og ekki aðeins ef þið eruð að dýfa tannu í þetta, heldur líka ef þið eruð reyndir fjárfestar. Það er það sem margir reyndir fjárfestar gera nú þegar. Annað fyrirtæki er Happy Hydrate. Vökva jafnvægi í líkamanum er nauðsynlegt til þess að vera við góða heilsu. Ef þú ert í sánu, ef þú ert að hreyfa, ef þú ert að labba, ef þú ert að lifa virkum lífstíl, þá þarftu steinefni, þú þarft vítamín, þú þarft alla þessa þætti til þess að leyfa líkamanum
að endur upptaka þetta dót sem svittar út. Ég að nota þetta ógeðslega gott, ég alltaf spenntur að fá þetta og ég finn held ég mun á mér. Happy Hydrate, íslenskt fyrirtæki verið að merkja. Frumkvöðull er Lil Cully, ég held að hann sé bara einhver TikTok fáiði, talandi það. Aron Kristinn sem við nú að tala með það, margir held að hann sé TikTok fáiði á þessum tímabúti viðtalina eftir náttúrulega vera búin að átta á því að svo ekki. Áður við höldum áfram þá víkjum við hérna stuttum skilabóðum frá öðrum samstagsaðila. Hvað ætti maður að kalla það þegar það er alveg sérstaklega vel hugsað hann? Lexus. Og bara að vera eins með bestastæði í þeirri víbru næsta árin, þá verður bara hókst að fyndið, af því að það er ekki eins og við hefum ekki fengið nóg af menntun og menningu á bestastöðum, þetta hefur alltaf snúist það en þú veist, auðvitað ákveðin lífsgildi sem mér finnst að bestastæðir eigi að hafa í heiðri, bara tungan og eitthvað svona, en ég meina en sko tungan, hún þarf að vera brúgleg líka í plebbaskapnum, skilur þú veist, hún álega upp á pallborð líka, þú veist, ég vil að Gummi Kíró tali góða íslensku, ég vil að, þú veist, ég tali góða íslensku, ég vil að þú talir góða íslensku á tokkinu sem þú gerir og þarna, þú veist, þess vegna er ég að segja, þú veist, já, þetta getur orðið andstætt markmiðum fólks þegar það er að vera leiðilegt og heldur tíu og þig út af lífsreglunum 4. Já, og síðan svo fyrir pæling, I don't care, nei. Það þú lærað með þessar bók, þú veist bara eitthvað, ok, ert þú að projekt einhver sem þér finnst þig sjálfan á mig, ég veit það, mér er alveg sama, mér er alveg fokkið sama, ég sagði það sem ég sagði, og ég double downa, sko. Já. Ég er það mikla meðutund það sem ég er að gera og það sem ég er að segja ég þarf ekki eins og byggðast afsökunar sko. Nei. Ég er aldrei að gera það. Nei, það er nema ef ég iðrast og ég sé eftir því skilur mig. Já. En ég er bara í það mikil meðutund að það er bara ógeðslega langt í að ég klikki eitthvað. Það gerist stundum hjá fólki og það er einmitt oftar þegar fólk er svona kannski óljóst með það hvert það er að fara sem þessar hálfbökuðu skrýtnu afsökunarbeiðnir koma fram og þau byrja að draga orðin sér tilbaka og útskýra þetta var ekki alveg það sem við vorum að meina í stæðin fyrir að bara, ég sagði það sem ég sagði. Já maður. Það er þarna, skilur. Það er bara að segja þetta sko. Pretty Boy hættur í veislunni og þeim, það skilur, þú veist, þetta er svona, þetta er bara lill grín. Já, þetta var lill grín. Það heit ekki mark og hann sagði þetta ekki í nóg mikil meðutund. Það var bara eitthvað, þetta hérna er bara einhverjum útastætti, skilur. Já, mitt. Bóísarnir mætti til eiga, hátt spennustig droppar einhver lilu brandara. Já, en þetta var samt lilu brandari sko, hann var eiginlega að tala aka fáviti væri að fara að gera eitthvað svona, skilur hann ég nenni ekki eitthvað endilega að vera að tala eitthvað einstaka dæmi, en þú veist ég veit ekki, ég er frekar að þetta var söka brandari, ég myndi þetta ekki eins og þið halda að ég myndi þetta út að þú veist ég veit ekki, Patti er náttúrulega mjög sko, svona fólk, einhver hlutu vegna vill fólk að sá gaur feili sem er svona ljót pæling vilji einhver annar feili og þá reyna að bara grípa hvaða tækifæri sem er til þess, heyrðu, loksins sagði hann eitthvað vond bara eitthvað, bro, hvað máli skiptið þú veist, gaur, ég nenni ekki svo Nei, ég er sammála, mér finnst það skrítið að þetta færi eins og þetta fóir og þeir væru reknir þarna en ég held að það sé eitthvað meira bak við það sko, ég held að það sé eitthvað meiri deil með Gústaf G og eitthvað en það er líka bara eitthvað svona, það var eitthvað fekk ykkur fyrirspurningum eitthvað gigga, hæ, eru þið lausir 18. ágúst, við þurftum að afbóka Patta hvað er að frétta með slíkt út af hverju nákvæmlega bro, hann er með track record sko. Hann er með geggja track record bara að hengja fyrir eitthvað eitt hlut sem að segja ykkur fokk söku gríni en það er, þú veist, það er landlægt ástand að það er ótti, skilur, það er og þú veist, og þarna, og það er það sem gerist í þessu cancel ástandi, skilur, eins og með hann, skilur hann er eitthvað, segir eitthvað og einhver er ósattur og einhver er brjálæður en aðrir eru bara drullu sama og þá er einhver annar sem byrjar að meðtaka einhvern ótta og færa hann inn í líkamann sinni og hugsa bara, heyrðu, ef ég læt hann spila þetta, er ég þá orðin vondikallinn, skilur bara, nei, það er öllum alveg sama, skilur, en óttin er svo mikill og það er kannski líka bara hluti af þessu, sko, sama að þú veist, bara líka þessu með að fólk, þarna sé ekki alltaf drauma sín og annað, sko, þetta er bara einhver ótti við svona, og örugglega að bróta regluna að maður gerir ekki ráð fyrir þarna einu, skilur, ekki gera ráð fyrir að allir verði brjálar út í þig út af þessu, skilur. Nei, það sökkar, sko. En þú veist, sama með, þú veist, ég fekk alveg skilabóð frá einhverju fólki þar sem að ég postaði einhverju TikTok rétt fyrir vestmanniðar hérna þjóðatíðina og eitthvað, létt skilabóð til allra þeirra sem ætluðu að nauðga helgina. Ekki gera það. Akkurat. Og þeir sem eru dópistar, ekki overdósa. Bara njótið helgarinnar. Það var alveg eitthvað fólk sem var eitthvað mjög svo ógeðslega ljótt þegar að þú skulle vera kíminn þegar það kemur bara eitthvað, ég sendi líka bara tilbaka eitthvað, herru, ég er ekki að meina það þannig
já, en þú veist, sem fórnalamb þá hérna finnst mér þetta hérna erfitt, já, ég samt bara aftur, ég sagði sem ég sagði sko, Já, og ég er búin að posta þessu á Instagram og Facebook og Twitter og bara, Það stendur alltaf TikTok bara hérna, já. það sé voru að segja þetta sko. Nei, en sko, já, ég meina, og talandi með mitt, þú veist, að einhver geti tekið eitthvað til sín illa, það er Auðvitað. bara auðvitað, skilur. Ég meina, það sá 150.000 manns þetta sko. Já. Nei, þú veist, og ég sagði líka í skoðanbrænum síðustu viku með Pata, skilur. Já. Ég meina, þarna, náið skildmenn hans var drepið, skilur. Fattarðu? Má djóka með að drepa í samfélaginu. Einmitt, bara ég ætla að drepa mig sjálfan. Já, þú veist, bara, það er alltaf verið að djóka með að drepa, ég ætla að drepa hann. Ég þóla hann ekki, ég var að drepa hann í gaur. Það er ekki einhverju drepa, það er alltaf verið að djóka með þetta. Skilur, meina, þú veist, það er alveg hægt að segja bara að það má ekki djóka með að drepa, skilur, það er hræðilegu hlutur. En grín er bara flóknara en svo að þú getur bara sagt að það megi bara ekki tala á okkur nótum eitthvað. En það er líka svo, þú veist, hverju ætla þú að eyða orðunum þínum í? Já. Og þess vegna er líka, þú veist, númer 1 er regla, þetta er svo gott stöf, þú veist, nota orðið þitt. Já. Use your word impeccably. Er bara, þú veist, þegar þú notar orðið þitt í meðutund, þá þarf ekki mikið að vera að biðast afsökunar, skilur mig. Nei. Og þá getur eiginlega bara sagt allt sem að þið sýnist sko. Já, það er rétt. Það er sick sko, það er eiginlega bara ofurkraftur sko. Já. Og þú veist, það sem að er að gerast núna í heiminum er ótrúlega merkilegt að það sé þannig sé verið að cancela fólki meira fyrir því það sem það er að segja en fyrir það sem að, þú veist, er verið að gera. Já. Eins og bara, þú veist, DaBaby er bókstaflega morðingi. Já. Það er bara til myndband að honum myrða mann. Hann rappar í Bandaríkjunum. En hann var ekki cancelled fyrir að hann hérna fór og spila einhver festivali og var eitthvað til allra sem eru faggar og hérna Pussy SN hérna N-orðið AIDS eitthvað, fokki ykkur hérna skilur mig, ég er ekki að spila fyrir hérna eitthvað homma skilur mig, þá var hann bara cancelled bara fyrir eitthvað sem hann sagði. Þú veist, auðvitað án ekki verið að segja það og hann greinilega ekki að nota orðið sitt impeccably og ótrúlega lélega pælingar bara ömuleg pælingar segja þetta okkur festivali, skilur mig. Akkurat. En hann var bara með vinsælasta lag í heiminum þá með Dua Lipa eitthvað hypervinsælt Eittuðu ekki lagin eiginlega? Hún var eitthvað svona I condemn eitthvað, þú veist, auðvitað og þú veist, það fer alltaf eitthvað svona dæmi í gang en saman sem með Kanye, þú veist það er verið að cancela $miljarda samningum við Adidas og Gap og Balenciaga út af einhverju sem einhver segir en ekki sem einhver gerir. Nei. Og þú veist það er áhugavert. Það er mjög áhugavert sko og ég veit ekki hvort það verði þannig til frambúðar sko. Nei, en sko, þú veist kenning eins og dæmis Mark Andreessen sem ég vísaði líka í skrifum á mínum vettvangi, það hef ég talað þú veist, þetta með að þú veist við eigum alltaf að fá þá tilfinningu í svona slaufunamálum að þetta hafi verið réttlát reiði almennings sem setti þrýsting á þessa stofnun til þess að slaufa viðkomandi. Þú veist, eins og í Pretty Boy Choco-málinu eða hvernig það er. Veist, hann er bæðið ekki cancelled. Nei, hann er þá á flugi. Já, hann er uppi sko. Hann er bara haldið til haga sko. En ég var bara að tala þetta var svona slaufunar-atvik. Þetta var slaufunar-atvik þegar þeir slöktu á þessum útvarpsþætti eða hvernig það er. Sko við hefum alltaf að hafa þá tilfinningu að þetta sé eitthvað sem sprettur hjá almenningi, einhver réttlát reiði, einhver svona hjá pöbulnum, bara hún er með misboðið almenningi og þá kemur þrýstingur á stofnunina og þá lætur hún loksis undan og lætur hann fjúka. En þú veist, en sko kenningin þegar vísaði Mark Andreessen, hann segir, þú veist, hvað ef þetta er ekki alveg rétt, heldur þetta meira valdamiklar elitur sem eru að hefna sín eða ná einhverju niður eða halda betri stjórn á fólki. Þær að gera þetta og almenningur hefur engan áhuga þessu slaufunum og þess vegna, þú veist, einhvern veginn vísaði í þessu samhengi að þú veist, ef þú ferði í því skilur síðan alveg slaufunamálunni eins og Ingo Viðguð eða eitthvað þannig og lest kommentin á Facebook, þá er almenningur þú veist, almenningur í einhverju skilningi bara akkur eru það slaufu sem bara hætti þessu, þetta er frábær maður, eitthvað svona skilur og meðan það er einhver góð elita sem ákveður þetta sko. Þannig að þetta er ekki alltaf það einfalt að það sé einhver réttlát reiði almennings, heldur þetta meira valdamikið fólk sem vill já og kannski líka bara að sína við stjórnum hér, við erum að ráða hver fær upp á pallborð hér, þú veist, þetta snýst vald á endanum sko. Það er alveg smá spooky sko. Allt í lífinu snýst vald sko. Það er alveg fólk sem kemur á eftir þér. Já, en mér finnst það alltaf bara hafa verið þú veist, jú, en það er líka spurningum vald sko, ef að það fengi sínu framgengt að mér væri einhvern veginn
refsað fyrir að segja eitthvað sem ég segi þá myndu þau sigra einhverju skildi ekki, maður lítur á þetta sem þannig leik skilur, en mér finnst það ekki að hafa gerst beint sko, þó að það sé örgla alls konar fólk að út í samfélaginu sem óánrætt með mann, en ég segi það alltaf bara býttu bara kannski 1 ár eða eitthvað, það getur eitthvað breyst hjá þér og þá allt í hennu lítur öðrum augum á það sem ég að gera og kannski verður bara þakkláttur fyrir það skilur, maður hefur lent í því með fólk að því snýst hugur, réttir sem mér hefur snúist hugur alls konar fólk út í samfélagi algjörlega. sumir sem manni fannst alveg glataðir eru kings Út á helst eitthvað, út á varst að zooma. Já, og bara kannski að þegar maður hugsaði öðruvísi á þeim tíma sko. Algjörlega. En þú veist, að segja eitthvað, ég held að þessi gaur sé algjör ég nenni ekki að segja bara eitthvað, hversu oft það þannig og nenni ekki hitt eitthvað gaur sem hittir hann og er bara eitthvað, þetta er fokk snilligur skilur bara nýr gaur. Hvað finnst þér að því að við erum að tala um tokkið sko, menn þú veist, hluta þessu líka umræðum peninga og fjármál sko, þú veist, hvað og þú veist, ég meina þér kannski begga og alls konar fólk hefur verið legið að hálsi fyrir svona að vera að hugsa peningar sko, hvað eru peningar sko, þú veist, hvernig spila þeir inn í þetta og ég er menntaður viðskiptafræðingur og ég vil bara koma hingað inn sko, þannig að maður er með einhverja pælingar peningar líka bara út frá því sem maður hefur lært sko. Peningar, ég veit ekki, þú veist peningar er bara ekki papir og tala sko. En út af því að þú veist, ég líka fer oft í þessa pælingu, af hverju er maður að þessu, ég þarf að halda áfram, en af hverju, ég þarf að halda áfram, af hverju, út af því að þú veist, maður einhvern veginn býr við þann munað sem bara Íslendingur og vonandi á þetta við sem flesta, allan í mínu tilviki og ég er ógeðslega þakklátur fyrir það að nánast eiginlega sama hvað gerist þá get ég farið að sofa í góðu rúmi með góða sæng, með konin sem ég elska og það er ekkert að fara að breytast hvort sem að verði eitthvað ógeðslega ríkur eða ekki, skilur mig og þú mun fá að borða ágætan mat ég mun fá að borða ágætan mat og ég get farið í sund og ég get farið í síma minn og ég get fengið með kaffibólla og mat og þú veist, there's not much more to it í þessu lífi, skilur mig, ég getur ekki bjórn og horta fótbollsleikin og hérna farið til útlanda og í einhverju skilningi myndi einhver sem hefði ekkert af því sem þú sagðir segja að þegar ég er komin á staðinn þar sem þessi guður er þá er ég góður, þá þarf ég ekki að gera meira algjörlega, og þú veist, það er líka þú veist, tókstreitan á því eitthvað, mér langar svo mikið að vera ríkur eða eitthvað svoleiðis er bara, inn í endu á deg er maður bara fucking góður á því sko. Ég veit ekki, þú veist það væri samt líka næs að bara eitthvað allt hitt, skilur mig það er alveg til þyrlur, fattur mig það er hægt að ferðast í þyrlum það er alveg til bara einhver úr sem kostar bara ógeðslega mikið og er bara eitthvað nice timepiece þú veist, það er alveg til bara eitthvað get nice bílar og þetta er bara eitthvað leikur og þú veist, ég væri alveg til að prófa að spila þann leik sko, að vera bara eitthvað í einhverju fucking nice stóru húsi, ég er bara í nice íbúðu núna og ég á fína bíl og þú veist, fínt úr og eitthvað svoleiðis, skilur mig en þetta kemur ekki út frá einhverju græðki sko. Þetta kemur bara út frá því að það er til fullt af peningum og fullt af fólki og ég er með góða pælingar Hvernig virkar þarna, þú veist, fyrir þá sem er að hlusta, ég er náttúrulega umgengst ykkur töluvert og þekki svona hvernig hef allan spurnir á því hvað snýr upp og niður í tónlistabransanum í gig-hagkerunum, hark-hagkerunum hvað þarna hvernig eru tónlistamenn að hæða sér í þessum efnahagslega skilningi? Hvernig virkar þetta og hvert er viðskiptamódelið? Já, sko, þannig séð núna er þetta þannig að það er alveg jafn rík eftirspurn eftir tónlistafólki núna og það var fyrir 6 árum. En það er miklu minna framboð af tónlistafólki núna en það var fyrir 6 árum. Það sem að, þú veist, Jópi og Króli, Huginn, Flóni, Birnir, Jói, Logi, Hernitsmjör, Klöptöp, Birgir Hákon, Geisa Kartel, það var bara einhver gróska í íslenski tónlist. 2017, 18 eitthvað. Og það er ógeðslega margt, það er ekkert endilega fyrir alla eitthvað svona in the long run, fattur mig. Út af þú veist, þetta er mikil endurtekning ef þú ert ekki að halda einhverju tónleika endalist að gera nýja tónlist. Út af þú veist, við erum bara, núna er bara að byrja einhver busabell og svona, þá erum við bara að spila á Busareif MR, Busaball, Vestló, hérna eitthvað, einhver mentaskóli sem að fíla tónlistin okkar líka og sem líka samt bara eitthvað árshátíð öryggismiðstöðarnar og árshátíð Eimskipa og þú veist, brúðkaup og það er nóg af, þú veist, það er allir tilbúinir að hérna Já, og auðvitað kannski gott fyrir ykkur líka ef það er gott efnahagsástand, ef það er nóg að gerast, ef það eru flotti viðburðir og svona Já, algjörlega og þú veist,
síðan þetta líka, þú veist ef þú vilt, þá getur líka tekið upp síman og hringt í þá sem að halda viðbyrðið, þú veist Já. ef þú vilt spila menninganótt, þá þarf það að hringja upp í RÚV og vera bara, ég vil spila á menninganótt, fattar mig, ef þú vilt spila á þjóðatíð þá er það bara, ég vil spila á þjóðatíð ef þú vilt spila einhvers staðar, þá þarf það að opna munni sko. Já, þú veist Byttu það sem þið langar í Já, basically bara, þú veist, þeir sem eru með lokaða munn þeir eru ekkert að fá að borða sko. Nei, ég hugsa oft líka í sambandi við, þú veist, að því að það er alls konar fólk að hafa sambandi um hann í amstýri dagsins og maður fær skilabóð frá þessum og skilabóð frá hinum, hann er með þú veist, hvort sem hann er að gera efni og væri til að gera eitthvað samstarf eða senda á mann eða þú veist, eitthvað svona ég er ekki að segja þessi stöðugur straumur maður fær skilabóð við og við eða kannski viltu koma í viðtal hér eða viltu fara í hérna eitthvað og maður svona eitthvað, stundum er maður eitthvað skilur sumir segir maður bara já við strax öðru annað er maður bara, heyru, þetta er ekki úrgænt, ég ætla að pæla í þessu bara, ég hef ekki neitt tíma eða þetta er einhvern veginn, ég er það einbeittur að einhverju sem ég er að gera, ég bara, þetta kemst enga veginn að en ráðið sem maður ætti að gefa leið og ykkur væri að hafa samband við ég segi bara ekki hætta að hafa samband þannig séð, þú bara talaði við mig einhvern tímann talaði við mig, ef þú myndir hitta mig allt í hérna á einhverjum mánudegi þar sem ég væri bara það er sem ég segi líka slagur að horfa í kringum mig það endalist og ég man þegar Gummi var alltaf að segja eitthvað svona, hann sett alltaf í story eitthvað, er að svara skilabóðum, ég fæ svo mörg að ég get ekki svaraði öllum, þá var ég stundum bara hvað er hvernig að bylla sem byrjar á social media ég verður að fengi yfir 1000 skilabóð frá einhverjum gaurum sem að vilja eitthvað þú veist, og ég stundum er þetta bara eitthvað takk fyrir að blessa mig með þín myndböndum bara eitthvað, þau hjálpuðu mér svo ógeðslega mikið þá segir ég bara, hei, minnsta málið en stundum kemur eitthvað spurning og þá reyni ég að svara hann sem best eða þá segi ég, hei, ég fíla grendið takk fyrir að senda á mig ég get ekki gert þetta akkurat núna fattur mig. En halda áfram að senda fattur mig þannig að já, þeir sem eru að þú veist, reyna að múfa eitthvað þá er það bara, þú þarft að senda á fólk Já, og þú þarft að aftur að reyna og pyrra og einmitt oft þegar maður síðan loksins segir já, eitthvað, heyrðu, ég skal bara, gerum bara þetta viðtal skilur, ég skal bara mæta það, skilur og það er oft bara, og oft þegar ég hef verið að reyna að turbla fólk, þá hef ég bara fundið að það er bara með því að senda aftur og segja bara kæmist á þessum tíma, skilur, please skilur, ég er einna, ég skal bara kveikja á rekkum leið og kemur inn og það eru bara búnir og þú veist, þetta er saman pælingu bara eitthvað þú ert trefnaður í gælu, hún er ekkert að fara að reyna við þig sko. Þú ert bara að reyna á hana sko. Þú getur ekki bara beðið og séð hvort það muni gera sko. Þá er bara einhver gaur sem að mun reyna við hana sem að mun byrja með hana og þú myndir að fuck og þetta er bara sama með, þú veist, ok þú ert 20, þið langar að DJ-a nýr í bæ það er enginn að fara að bóka þig eitthvað upp úr þurru þú þarf bara að senda og böggast í þeim sem er að bóka, fattar mig, bara eitthvað sem eiga skemmtstæðina please má ég spila ég kann þetta, senda myndband fattar mig, þetta er bara svona ég held líka að þarna sé mjög mikilvægt að ekki bara þessi skilabóð sem þú ert að flytja sem eru mjög verðug farið til einmitt 20 ára gauðra sem er að DJ heldur líka bara 27 ára fólk sem er að vinna í fyrirtæki og langar að fara að gera eitthvað allt annað þú veist, þú verður bara það veit ekki, það getur ekki lesið hugsanir út af því að líka, þú veist þeir sem að eru successful eða ríkir eða þú svona getur séð fyrir svona innan gæsalvað eitthvað fyrirmynd þeir eru ógeðslega góð í að segja sína sögu af hverju ert þú ríkur þau eru tilbúin að gefa þér leyndarmálin eins og þú ert að gera þér hlusta sko. Það er enginn eitthvað gatekeepa successið og success storyð sko. Það er success stories af öllu sko. Þau eru tilbúin að segja ég tók þessa ákvörðun og Gucci tók þessa ákvörðun og ég að mörguleiti lendi í sko því ég er í smá hliðaverkefni sem ég er ekki alveg að greina frá hvað er nákvæmlega en ég er að gera svona aðeins með því sem ég er að gera og búa til afurð sem fólk muni sjá bráðum og þú veist og þá var þú veist, haft samband við og samtal hófst og eitthvað svona og það var bara, mér langaði mjög mikið að gera þetta verkefni en það var samt bara haft samband við mig skilur þú? Merkilegt. Ég fór ekki eftir því þannig að einhverju skil ekki þá er maður manifesta maður líka einhverju inn það kemur en engu síður hugsaði eftir á bara ég hef geta haft frumkvæði að sambærilegum verkefnum í gegnum tíðina og búið til milljónir í kringu það eða hvernig sem það er sko, en það er samt bara að taka skilabóðum líka það er bara eitthvað, ok ég get þetta greinilega og þetta er sama með eins og ég var, þú veist, eitthvað allt í hennu fekk ég fyrirspurnum að veislustýra ég hef aldrei gert það og það var bara eitthvað svona fyrstu viðbröð bara eitthvað, nei ég er ekki að gera það, ég kann það ekkert og á sama tíma var ég bara eitthvað, postið myndbandi það skiptir ekki neinu máli
að ég þurfti eiginlega sko að hlusta á sjálfa mig, ég verið bara eitthvað, hei, hvað ert að gera? og Gerðu sko það bara. búa til einhvern ramma það hvað þú mátt gera og hvað þér er heilast að gera Þú skilur veist, og það svo auðvöld að segja eitthvað, æ, nei, ég nenni þess ekkert, ég kann þetta ekkert, þetta er ekkert fyrir mig, sem bara eitthvað, þar maður stundum að gera eitthvað sem er bara eitthvað hæpar óþægilegt, sko. en sko áfram tónlistina sko að því að þú varst í sjúkahálunáminni í Breitlandi Kom ekkert inn á það, sko. hvað þarna, þú veist að því að ef við erum að sjá fyrir okkur að það sé einhver sem er ungu maður að hlusta ekki það við sem ekki ungi menn, við erum að besta aldri Ég held að þú ert 29 ára, 30 ára 29 þarna og skilur þú veist Það eru allir með einhvern glorious purpose, eða þú veist ef maður fær sletta í gemildóti, sko. Dýrlegan Á tilgang einhverjum tímapunkti, þú veist, það getur alveg breyst líka, sko. æðri tilgang Já, æðri tilgang og ég var fluttur til Bretlands, ég bjó í Bournemouth með kæristinu minni og það er svo fyndið, þetta gerist stundum bara svona og hann talar um þetta líka ekkert þálega í New Earth, þú getur fundið bara wow, vaknar einn daginn og þú hugsa bara, fuck hvað er ég að gera? Þetta er ekki glorious purpose mitt akkurat núna þegar ég er 22 ára er að vera heima á Íslandi að gera tónlist og það var bara nákvæmlega sem ég fór að gera fattur mig ég vaknaði þetta á 2017 ég vaknaði einn daginn það varst bara 22 ára Já. og þetta er svona langt síðan ég vaknaði bókstaflega einn daginn og þetta var bara eins og Guð hefði bara, hei vaknaði þú veist og ég þunnur ég hætti skólanum á sama degi Já. þetta var bara svona fór heim, flutti heim fór að vinna út í KR sagði við pappa og bróður minn ég ætla að vera pappstjarna og þú veist, þetta er bara ákvörðun þarna var þetta bara, ég er hættur í kýróprættarnámi búi í Breitlandi og ég ætla að fara heim og ég ætla að gera það sem að ég á að vera að gera Já. og það gerði ég og ég er ennþá að því í dag 7 ára síðar fór í háskólan á sama tíma og er búið með það líka þú veist, ég veit ekki bara chillin sko Já. bara gera þetta sitt Já, og stundum líka vakna maður aftur núna og er bara eitthvað fær allt í hennu bara eitthvað wow, ég þarf að vera að gera þetta sko, og það þarf að taka þeim vísbendingu sko einhverstaðar heyrði ég sko því ég er 20, hvað er ég fættur 27 ára og einhverstaðar las ég sem ég tengdi við daginn sko að við erum fokkin ungir sko já og að það er eitthvað í þarna það er eitthvað í stjörnusbeiginni sem veldi því að þú veist þegar 27 ára það er svona degja svona margir 27 ára sem veldi því að þú veist þegar 27 ára það er eitthvað svona augnablik sko þú veist þá ertu komin einhvern ring í einhverju stjörnusbeigi eða eitthvað þú veist og þá þarna þá kemur eitthvað svona augnablik eitthvað svona hvað ætlar að gera þá ertu orðin fullorðin Já. þú ert ekki lengur að reiða þig á foreldreina, þú ert ekki lengur að reiða þig á neitt annað en bara því sjálfan Nei. og hvað langar manni þá að vera að gera út af því að þú veist, fyrir 20 árum þá varst þú 7 ára, ég var 9 ára Já. 20 ára er langur tími eftir 20 ár, þá er ég 49 ára þú verður 47 ára, sem er samt ungt, þannig séð Já, akkurat þú ert ennþá með fokkin ferska pælingar þú ert ennþá með ferska pælingar það er 20 árið það og hvað getur maður þá lært á næstu 20 árum fattar mig, með við það sem maður hefur lært síðan að maður var 9 ára eða 7 ára það eru fokkin mikið af shiti sem að þú getur lært Já. og það er það sem að, þú veist, ég klakka til næstu 20 ára líka og þú veist, ef maður er að fara að dansa lífið er, þá bara svona, eins og það er pening á hann, þá bara eitthvað, væri næst að hega fínt af pening, sko. Það er ekki glorious purpose mitt að vera eitthvað fucking ríkur, en ég vel til að eiga nóga pening, þannig að maður getur kett hann í hús og eitthvað. Og síðan er það samt líka þannig, þú veist, það er 10% vextir á Íslandi, búið að vera í ár. Og það er bara út af fólkinu, sko. Það er verið að hvetja fólki til þess að spara pening, sko. Þess vegna eru vextir háir. Settu hérna 100 skall inn, þú mynd fá 10 skall. Þú veist, settu inn hérna 1.000.000 og þú mynd fá 100 skall á ári, þú veist. Eða þú veist, 120.000. En Íslendingar hata að spara pening. Og þetta er ekki kerfinu að kenna að þessi háir vextir, þetta er fólkinu. Fólkið elskar að eyða pening. Það er ein kenning í þessu, það er örgulega margir ósammála henni. Nei, þetta er bara 100% satt, sko. Það er allir 2 bíla, það er til 2 verslunarklassar. En ég held 66 er til, Metta er til, Búrra er til, GK er til. Nú fyrir að deila um ástæður verðbólgunar. Ég held að stóra vandamáli sé að við séum með svona útblásið ríkisvald og það er ástæðan fyrir því að verðbólgan er svo mikil. Þau eyða okkar peningum kannski gegn okkar vilja og stela peningunum á okkur
það var einhver að segja við mig núna í tengslu við til dæmis tekjublaðið, því tekjublaðið kemur út núna alltaf eitthvað í kringu þetta leiti á hverju ári, þar sem að sem sagt, farið er ofan í skattframtöl borgara og greint frá því opinberlega hvað þeir fá. Hver gefur þetta út? Sko viðskiptablaðið gefur þetta út og svo er þetta einhvern veginn held ég líka hjá að fá heimildin, það er bara hægt að fara, það er bara einhver dagur þar sem maður má bara fara niður á skrifstofur og skoða gögnin. Okay. Þannig að ekki aðeins er ríkisvaldið búið að einsetja sér að stela helmingunum af öllum peningunum sem við fáum, heldur opinberaran hvað þú færið laun og þér er skylt að veita ríkisvaldinu allar upplýsingar allar tekjur sem þú færið inn og annað eins. Og þú veist, ef maður myndi vakna upp ferskur eftir að hafa verið til verið frosinn frá því áður en ríkisvald var til í þeirri mynd sem við höfum það í dag, þá myndum við hugsa bara, wow, hérna hefur einhver skipulög glæpastarfsemi og eitthvað kartell náð miklum tökum á almenningi. Það er vita allt, þú mátt ekki hreyfa þig annars að ríkisvaldi viti það, og að því að ef maður fer í söguna og rekur sig alveg aftur í tíman það hvernig ríkisvald var til, þú veist, ég myndi bara að það væri bara fólk einhverstaðar bara á Mér finnst það sökupæling. Mér finnst það algjörlega sökupæling sko. Hvað? Ríkisvaldið? Að það sé til? Nei, að vera ekki neitt ríkisvald. Já, ég skilji vel en ef þú fer aftur í tíman og hugsar hvernig það var til þú veist, þú fer bara með einland Evrópu þar sem bara ættbolkar voru einhverstaðar og eitthvað svona og þú veist, og kannski varstu bara í landbúnaði og með þinn skika og bara að gera þitt dót, skilur og svo byrja ríkisvaldið, það er einn kenning þannig bara að það kemur ykkur sem er með vopn og getur drepið þig en segir, þú veist, við ætlum ekki að drepa þig, við ætlum bara að verja þig í staðinn en þá erum við að fara að taka þetta helmingina öll draslininu og þá byrjaði þetta náttúrulega bara þannig að þrælarnir byrjuðu bara að fela kornið þegar eftirlitsmennindi komu og bara felur það þannig að þú átt minna og þá hugsa maður, þegar maður horfir á þá þræla sem að vel gert strákar, felið þetta skilur, og þá taka þær ekki allt skilur. En hvað breytist, skilur, að því það er búið að segja okkur að það sé svo gott að ríkisvaldið sé að taka alltaf okkur til þess að búa allir þessi stóru kerfi. Þannig að það er í raun og veru ákveðin hugmyndafræði sem er réttlætir þennan yfirgang. Ég er mjög stoltur íslendingur en samt sem áður þá erum við hérna með ótrúlega stórt land land sem er stærri en Belgía að flatamáli og við erum að reyna að vera með velferðkerfi og landbúnað og listamenn og viðskipti og að vera bara fullþróað verkaskipt þjóðfélag. Já, þegar að Rúnar Leifs var í Arsenal þá var hann í útkverfi í London sem heitir Barnet og þar búa 400.000 manns í útkverfi í London, fattar mig og þau eru kannski með einhvern bæjarstjóra og þú veist eitthvað lítið svona sveitafélagspólitík skilur. Akkurat. En við erum þetta er valla hægt þessi pæling að vera að rauna þessu landi þetta er valla hægt sko. en finnst þið að þá ekki þeimur meiri ástæð fyrir því að þetta er að minna í sniðum allt þetta ríkisvald og allt þetta bákna ég veit ekki, þú veist, en síðan er maður bara eitthvað ótrúlega þakkláttur fyrir að það sé bara eitthvað næs vegakerfi engin heimilislaus, þannig séu og engin á götunni meirum það núna sko kannski aðeins meira en þú veist, ég var í Barcelona núna síðustu helgi og þá skilur, þú veist, það bara alveg fjölfallaði maður á götunni, skilur, maður er ekkit mikið að sjá þetta hérna á Íslandi, skilur þú veist. En mér finnst bara merkilegt að við getum rönnað sem þjóð og við erum með bara eitthvað eigin gjaldmiðil og eitthvað, þú veist. Já, ég meina, en þú ert búin að vera að tala um það á Twitter, þú vilt gera Ísland frábært á ný. Já, ég segi að þetta rönnaði svo vel í munni, gerum Ísland gott á ný. Gerum Ísland gott á ný. Svona stuðlar og eitthvað. Já, en finnst þér eitthvað, þú veist, hvað... Nei, þetta er bara eitthvað djók. Já, þetta er bara eitthvað djók. En hverjar eru svona umbætunar sem þú værir að tala um, eða þú væri spurður af blaðamanni og hann væri eitthvað, er hann trumpisti og myndir hringja og segja hvað áttu við? Þetta var bara, mér finnst þetta svo fyndi pæling, gerum Ísland gott á ný en ég vil aðalega bara gera það þannig að gerum Ísland enn betra sko, gerum Ísland bara enn betra, þú veist, Ísland er svo fór gott sko, ég elska Ísland Ísland er gott, það er svo, við veitum hvað, gott að koma heim þú veist, frá útlöndum, þú ert búin að vera úti og þú er svona, wow, heimurinn er huge Ísland er alveg stórt. Ég held sko að skilgreina okkur miklu meira með höldum að vera á eyju sko. Já, örglega. Þetta hefur meiri áhrif á því að hvernig við erum sem manneskjur en við höldum sko. Við áttum okkur ekki á því, við erum samdaunaði en þú veist, fólk sem elst upp á meginlandinu það er næs, örglega. Það er næs sko, en enga síður þú veist, þá ertu í allt öðruvísi umhverfi, öðruvísi hugmyndafræði. Við erum öðruvísi sko. Já, ég held að það getur verið. Ok, við erum komin aftur með Aron Kristinn Jónasson viðskiptafræðing og fjárfesti
Viðskiptafræðingur og fjöllistamæður. Sko, þú hefur tileinkaðir lögmálið minnstu áreynslu frá Deepak Chopra. Já, sko, en þetta er eitthvað pæling sem að ég keypti bók út í New York bara fyrir 3 vikum, eða mánuð síðan, sem heitir The 7 Spiritual Laws of Success eða eitthvað svona. Og þetta eru bara 7 lögmál sem maður getur lifað eftir, og það er lögmál sem heitir The Law of Least Effort. Já, eftir Deepak Chopra. Eftir Deepak Chopra. Og það er bara þannig að þú veist, ef þú ert að forsa shit, að þá er það ekkert að fara, þetta þarf að, þú veist, er það útskýrða eitthvað svona, grasið er ekki að reyna á sig þegar það vex, það bara vex, og fiskurinn er bara að synda, hann er ekkert eitthvað, já, nú er ég að synda. Og þegar ég fer í stúdíóið til þess að gera lag og ég reyni effectively að gera lag, þá er ég ekki í þessu lögmáli. Og ef þú hugsa bara eitthvað, það er mjög áreynslulaust fyrir þig núna að gera þú veist, ritstjóra þátt. Það er mjög áreynslulaust fyrir Jay-Z að fara inn í stúdíó og rappa, og það er það sem að gera hann svo ótrúlega interesting, og það er sem allir segja við Jay-Z bara, hann hefur ekkert fyrir þessu. Hann bara fer inn og semur bara lag sem ég hefði ekki getað gert ef ég myndi reyna á fullu, skilur mig. Þannig ég er mjög spenntur fyrir þessu lögmáli. Þetta er bara sem ég var að læra fyrir 3-4 vikum, sko. Lögmálum minnstu áreynslu. Lögmálið minnstu áreynslu. Þú varst búin að þýða þetta eitthvað. Já, sko, það var þýðing á þessum blaðsíðum þarna, og þetta eru 3 mikilvægar aðgerðir. Þú ert að samþykja fólk, aðstæður og atburði eins og þeir eru á þessu augnabliki. Það þýðir að viðurkenna allt sem gerist er hluti af stærra samhengi og á að vera eins og það er núna, skilur. En þetta er náttúrulega mjög flókin boðskapur stundum, skilur. Þetta er náttúrulega bara kvöð. Já, og þetta kemur allt niður og það sem ég hugsa oft í þessu, þú veist, að því að, þú veist, öll þessu umræðu er í gangi að, þú veist, maður er ekki manifesta einhverjum hörmungum yfir, skilur, mátt ekki vera að kyrja einhverjar katastrófur inn í lífið með því að vera alltaf að óska þeirra, með því að vera alltaf að hugsa þeirra og með því að vera að gefa þeim orku og hleypa þeim inn í, skilur, víddina þína. Og sama hátt þá getur þú manifestað góðum árangri samkvæmt þessu og bara sitt sýnist hverjum og alltaf vera að tala um eitthvað, þetta sé bull og sumir finnst þetta bull, þetta er bara, já, þetta virkar bara fyrir suma að hugsa þetta svona og þetta gefur þeim styrk. Og það er, og það er svona þegar fólk er skeptist gagnvart þessu, en kannski ekki skeptist gagnvart, þú veist, almennum trúarbrögðum, kristin trú eða annað. Þetta er það sama. Þetta er að sækja styrk í að trúa á að það sé eitthvað æðra eða eitthvað kerfi. Þú veist, það sem heitir trust the process, bara, þetta er bara eitthvað kerfi og ég er bara hluta því, og í ákveðnum skilningi hef ég mikið að segja um hver örlög mín verða, og í öðrum skilningi er ég bara viljaðust verkfæri örlagana. Og í kjölfara á þessari umræðu þá eru pælingar, sko, að þrennt sem er hægt að gera, þetta eru ekkert pælingar, að þrennt sem þú getur gert í öllum aðstæðum sem að þú ert í, og það er að einmitt, surrendera alveg inn í þér. Þú sem bara hérna, þú að biðja mig um að koma í þetta podcast eða eitthvað, það er bara eitthvað, já, ég ætla að gera það og nú er ég að gera það og ég er bara að gera það, ég er ekki að gera neitt annað, ég er ekki að hugsa um neitt annað en að vera akkurat í þessu podcasti. Eða ég get sagt eitthvað við þig til þess að breyta þig, kannski setna, eða þú veist, þetta er kannski lill dæmi með það podcast, en bara svona, þú veist, það er þrennt sem þú getur gert alltaf, þú getur bara surrenderað, ég er í þessari stöðu núna og ég ætla bara að vera í þessari stöðu. Þú getur talað um það við einstaklingin sem á sér með einhvern einstakling í stöðu sem að þú þarf að vill breyta, skilur mig, og reynda breytinni, surrendera, breyta, og þriðja er bara fara, bara, ok, þetta er búið fyrir mér, þetta er dautt fyrir mér, ég er hættur þessu að eilífu, skilur mig, og þetta getur átt við bara eitthvað, ok, ertu í einhverju vinnu sem þú fílar ekki, annarkvort getur þú surrenderað inn í hana alveg og bara eitthvað, ég verða að fíla hana út af því að ég er ekki fara að hætti henni og ég er ekki tilbúin að tala um hana, eða þá getur þú talað um hana og sagt það við yfirmannin, já, ég fíl ekki hvernig þið er akkurat núna, ég þarf að fá launahækkun eða betri kjör eða breyta. Og þú veist, þetta eru 3 leiðir sem eru mögulegar. Þetta er tæmandi. Þetta er einu leiðirnar. Þetta er tæmandi yfir allt. Já. Þetta er klikka. Þú getur farið, þú getur talað um hlutina, eða þú getur bara gefið á valdera. Já, bara surrenderað inn í þér alveg. Það er bara tæmandi. Já. Og þú veist, ef það er einhvern tímann í einhverju stöðu, einhverju sambandi, eitthvað, þú veist, einhverju sambandi sem þú fílar ekki. Þrennt stöðunni. Já.
þú getur bara eitthvað, ok, ég er í svo sökka sambandi, fuck it, sökkar en ég er í því fínt, allt í lagi ég get tala við manneskjuna sem ég er með í sambandi og sagt, ég vil hafa þetta svona eða þú getur bara eitthvað, herru, ég get þetta ekki lengur sjáumst, en sko ég held að líka að mörguleiti þetta með að fara í alls konar aðstæðum sé mjög öflugt sko. Það sé eitt öflugasta tólið sem fólk hefur í lífinu af því að allan fyrir mér sko, þú veist þá þú veist bara stöð 2 ég fór bara þú var bara það sem ég gerði þú sko. byrjaði samt á að segja herru, hérna mér finnst þetta ekki vera nóg næst fyrir mig ég verið að fá mitt eigin segment eða whatever maður byrjaði þar og svo bara enda maður á að fara og það er fullt af gaurum sem eru litlir, þú veist, 24 og eru að vinna á Vísi sem eru kannski með einhverja pælingar en þeir þóru ekki að tala heldur, skilur mig þannig að þeir eru bara eitthvað blaðamenn á Vísi bara sörrendera inn í þetta, skilur mig það er ein leið sko og kannski elskar sumt fólk það en annað fólk og bara í öllum ég segi í öllum brönsum er fólk sem er óánægt en er ekki að berast við og ég held að sko það er einmitt, þú veist það er góðu punkturinn er að vanlíðan og óánægja og streita er bara verkur í líkamanniðinum og það eru bara verkefni sem þú ert ekki að gera það er bara hlutin sem þú ert ekki að sinna það er ákvarðanir sem þú ert ekki að taka sem eru bara potið það er allt þetta er bara hlutir sem þú ert ekki að þetta er bara hlutir sem þú ert að vanrækja og fresta algjörlega og þú veist eins og eitthvað þriðavaktin eða eitthvað þú veist, ég náttúrulega vinn með Brynjari mjög náið, ég elska Brynjar en síðan var það einhvern veginn þannig að þegar Beggi hætti með okkur þá var svolítið meira að gera hjá mér og því ég sagði, ég tek bara á mig að manaja okkur og að vera eitthvað þriðja vaktin, hún er ekki til þú veist, hún er ábyggilega í einhverju skilningi til en það er líka út frá því að fólk er ekki skýrt og er ekki að skýrtir ekki með sér verkum það er hvorki að surrendera sem er nummer 1 nýja tala um það og það verður bara að sökka og nýja fara það er bara svona, þetta verður allt bara eitthvað að sökka og það er það sem og þegar ég fattaði þetta þá var eitthvað, ok, ég er líka í þessu með Brynjari, ég þarf að tala við hann og segja hvað mér finnst til þess að það verði þá betra til þess að það sé auðveldra að surrendera inn í það og ég held að ég talaði við einstakling sem fór í gegnum skilnað miðjæfi eftir langt hjónaband og hann var nefnt að segja bara, þú veist ég held að gott sé að hafa bara til að skýra verkaskiptingu, að allir séu bara til að sáttur með það sem er þeirra hlutverk en ekki alltaf í streitu það hver á að taka heitu kartöfluna skilur, því þá er það bara að fara að vera inn á heimili, þessi heita kartöfla bara að fara að vera með ykkur allan daginn bara klikkun og bara rétt eins og inn í fyrirtækjum þú veist, þá bara, þetta er eitthvað sem enginn fucking nennar að gera og allir hatt að gera og vera ógst að pirraður út af á hverjum degi í staðin fyrir að sé bara þú sér alltaf að fara með rusli og það er engar undantekningar og þú veist og það er í öllum hjónaböndum fyrirtækjum öllu að bara þú veist, að vera skýr maður vil hafa þetta skýrt bara skýr og að því að þú veist skýrleiki getur verið það er kannski leiðilegt að þurfa alltaf að sjá þetta en það er alltaf ekki leiðilegra en að vera alltaf að rífast sko. Það sökkar held ég bara að rífast og þú veist, það er bara tala tungumáli sko, þú veist, nota orðið hvað erum við að tala um hérna öðru leiti Aron? Við erum búin að ræða þetta ýmislegt og ég held að við séum bara að vera það góðir sko. Þú trúa framtíðinni já og ertu rétt að byrja? Ég er bara nýbyrjaður og það er bara hvað sem að maður tekur sér fyrir hendur, það verður bara flott sko. Og maður hefur litar áhyggjur af þessu framhaldinu sko. Já, og TikTok sko, því að það hefur verið svona fókusjaður ertu að gefa í þar eða ertu slagur eða? Þetta snýst fyrir mig bara ógeðslega mikið brandbuilding sko. Þetta er svo fyndið íslenskt konsept að listamenn á Íslandi þegar þeir verða eldri þá fara þeir að kapitalæsa á einhverjum öðrum hlutum en listinni sinni sjálfri og þetta byrjar svolítið svona, myndi ég halda eitthvað í kringum 2010 eða 12 eða eitthvað þegar Simmi og Jói fara að gera hambúrgarastað og ég veit að þeir eru ekkert endilega einhverju listamenn þannig síðan skilur mig en þeir nýta sitt brand í að opna eitthvað annað sem tengir sér ekkert og síðan sjáum við Reykjavík Chips, það eru Jónsson og Frikidór síðan sjáum við staðin hjá Arni Má og Arni Kahn
og Bubbi Mortens hérna með, þú veist, bæði leikrit og sem er bara geggjað, bara legacy, þú veist. Já, Bubbi einhvern skilningi kannski svolítið frábæður. Hann hefur verið svolítið sniðugur með að nota listina til þess að græða. Algjörlega, og síðan, þú veist, líka Kapitalan samt líka á, þú veist, finnur gömul textabút og ég er að segja það, en þetta er allt hans. Það er hann að endurvekja listina sína, að setja hann í nýtt form en ekki að fara bara að gera eitthvað alveg ótengt. Og Herra skemmtistað og hann er búin að prófa það, hann gerði bakkbúð, tóbaksbúð, hann er búin að vera með, þú veist, og örugglega einhverja veitingashoppur eða eitthvað meira ámæri eitthvað sinn hamborgara og netusmjör frá Háberg, já, þannig að þið, ok, og hvað finnst þér að þetta sé svona? Mér finnst þetta bara svona semi-al-íslenskt konsept. Og þó, þú veist það er alveg þekkt svo sem að rappara sem er kannski vín kannski ekki al-íslenskt, en það er kannski tilheyrir meira þeirra brandi þegar þeir eru rappara, sko. Já, þannig að sko pælingi mín er ekkert endilega eitthvað, ég ætla að nota influencer mitt til þess að opna eitthvað staði eða gera eitthvað, þetta er samt bara, þú veist, þú vilt alveg vera með gott brand í kringum þig sjálfan. Já. Fattar pælinguna, þú veist. Þannig að þú ert bara eitthvað, fólk veit hver þú ert og hvað pælingur. Þannig að það kemur eitthvað verkefni frá þér eða eitthvað, þá er það inn í eitthvað samhengi en ekki svona. Já, ég veit ekki, þannig að það tengist bara, fólk fljótar að tengja það við eitthvað sem það þekkir. Já, en síðan er svona líka, sko, þú veist, út í Bandaríkjunum er þetta að færast mikið aukana, þar eru allir rapparar og allir tónlistamenn núna með eitthvað á samfélagsmiðlum. Já, eitthvað auka, þú veist, ég er hérna bara sexy rætt að byrja bara með einhverja nagla hérna, Nicki Minaj og Drake með OVO sem er, þú veist, ekki bara fatalína, bara, þú veist, Kanye með fötin, Pharrell með fötin, þetta er allt bara eitthvað, þú veist, þetta er stærri, þú veist, þetta fellur allt undir eitthvað svona stærra, þú veist, project sem er bara eitthvað, hvað er Aron Kristín, þú veist, Patrik Atla er bara búin að, hann var bara fekk verðlaun frá FIT, bara branding, bara besta brand ársins, skilur við. Já, þetta er áhugavert, að þetta sé og það er, þú veist, með TikTok er bara eitthvað, ég er svolítið að reyna að branda mig sem bara, þú veist, brand. That guy. Það er bara Aron Kristín. Það er bara eitthvað pæling. Og þú veist, þú pælir bara eitthvað fatamerkjum. Þetta heitir allt bara eitthvað Alexander McQueen. Það er bara eitthvað gaur sem heitir það, sko. Þú veist. Já, það er Hugo Boss. Já, Hugo Boss, Margiela, þú veist, allt þetta dót. Þetta heitir bara Christian Dior, Yves Saint Laurent. Já. Þú veist, þetta er allt bara nafna á gurnum, sko. Arnar Már Jónsson. Já. Bara fatamerki. Já. Aron Kristín Jónsson. Þú veist, þetta er bara Aron Kristín. Hvernig brand getur það orðið? Getur það verið það að ég get bara vera að DJ einhvers staðar út í heimi eða verið mín tónlist einhvers staðar eða fengið placements þarna út af fólk þekki bara þetta sem brand? Nei, og ég hugsa að ég er alltaf að vísa þetta Mr. Beast, ég hlusta bara eitt viðtalega daginn og þú veist, og það er mitt það, sko, hann bara selja súkkulaði, Mr. Beast. Já. Og bara gett þægilt fyrir hann. Já. Og sérstaklega, þú veist, eins og þegar ég hef eitthvað og mörguleiti er það sem menn telja í markaðsfræðum er að þú veist að bara neyslu vörur almennt eru mikið að fara yfir í að vera kendar við einstaklinga frekar en þú veist vörumerkið, þú veist bara Campbell súpan væri í dag og væri að vera til bara Mr. Beast súpan, skilur. Nákvæmlega, en þú veist þetta er samt sem er ekki svona sérstaklega girnilegt samt. Nei, en þetta er bara einmitt að vera með þá möguleika á borði, sko. Já. Og þetta er mjög góðu miðill ef þú hefur eitthvað að selja. Ef þú hefur, þú veist, ég er ekki út plötu. Já, það er nefnilega málið. Ef þú hefur eitthvað að selja og stundum þegar ég hef ekkert endilega eitthvað að selja nefnum bara, þú veist, pælingarna mínar eða eitthvað, ég er að posta einhverju TikTok sem eru eitthvað myndir af mér. Þá er það svona, þú veist, það er ógeðslega næs þegar ég var að gefa út plötuna. Já. Þá var, ok, ég er að gefa út plötu. Ég er hérna með 2 vikur þá getur platan kemur út. Ég er að fara að selja plötuna áður en hún kemur út. Þannig að þegar hún kemur út, þá er fólk að fara að kaupa hana. Þannig að það væri geðað næs að vera með einhverja vöru sem ég ætti fyrirtækið á og væri að, þú veist, selja það eða þú veist, einhverja þjónustu eða einhverja produkt. Dildó? Já, eftir mínum. Aron Kristín Jónsson. Nei, þú veist, en ég meina að þetta er bara og þess vegna myndi ég líka bara hvetja allir til sem eru að selja eitthvað. Já, þetta er TikTok, það er bara klikkun að vera ekki á TikTok. En alltaf þetta sko alltaf þetta viðkvæma jafnvægi, þú getur náttúrulega ekki farað en bara alltaf að selja, þú verður að gefa eitthvað með því sko. Algjörlega, þú veist, þú gefur bara ef þú gefur góð þjónustu þannig að fólki koma og versla við þig. Þú verður ekki fyrir að vera með eitthvað fraud, skilur mig. Nei. Þetta er Aron Kristín Jónasson sem talaði þetta frá Reykjavík, hann mun nú álega kíkja hérna til okkar aftur að borði ritstjórans, en ætlum að láta þessu loki hérna í góðum félagsskap að þessu sinni.
styrtaraðilarnir, Reykjavík Photo, Happy Hydrate, Þótt Þorgrímsson og Myntkaup og þið heima, við sjáumst hér á þessum sama vettfangi í næstu viku. Aron, takk fyrir að koma Endilega, og Guð blessi ykkur. bless ykkur